Þá skulum við líta á grein 2.4, byrjum á skilgreiningu 2.5 og hún er svona. Skulum byrja á að tiltaka það sem þurfum að hafa. Látum A og B vera mengi og skulum láta þetta vera mengið A og hérna mengi B. Nú, fall frá, F, frá A til B. Það er þá táknað svona, F frá A til B. Er eitthvað regla eða forskrift? Er forskrift sem úthlutar sérhverju staki X nákvæmlega einu staki. Sem við kallum epsilon og X kemur úr A og epsilon er í B og þetta er oft táknað svona, X varpast yfir í I og það þýðir að við höfum einhvern X hérna, þá fer það með F í einhvert stak hér í. Það getur alveg verið einhvern annan stak hérna, það er ekki það sem reglan segir. Það er til dæmis X1 og hér er X2, þá getur þetta alveg gerst. Þau fara bæði í. Og það sem við erum kannski vanari að vinna með er að lýsa menginu A hér sem öllum tölum á lárétta raunásnum og I er þá fallgildi sem er mælt á lóðrétta raunásnum og ef við reynum að skrifa það sem hérna stendur, að sérhvert stak X úr menginu A, skulum segja bara mengið A sé þetta bil og hvert einasta X sem er að þessu bili varpast í eitthvað eitt í og þetta gerist svona samfellt, svona. Nú, hérna er þá eitthvað tiltekið X og það varpast í nákvæmlega eitt í og við mælum hæðina að því hér. Sem sagt það getur ekki gerst að það sé eitthvað annað í hérna sem X varpast í. Þá höfum við ekki fall. Nú, og þetta ákvarð þá svona fallrit. Nú, og hvað? Svo þegar við höfum lýsinguna á því hvað hvernig X og Y eru tengd, þá skrifar maður, oft skrifar maður f af X í staðinn fyrir Y, en þetta átáknar það sama. En þá hugsa maður kannski aðeins öðruvísi, X flyst með falli F og útkoman er einhver tala í, rauntala. Og þetta er oft gefið með einhverju formúlu sem að segir mann þá hvernig í fæst. Og þetta er svona fyrsta sem að tvö. Nú, þetta mengi A
A kallast formengi og eða domain á ensku, falsins F og B er kallað bakmengi. Það er líka kallað varpmengi. Sérst falsins. Og 3. Nú fallritið, það er að segja akkurat þeir punktar sem að uppfylla að f af x er jafnt og y. Fallrit eða graf skrifa það svona, falsins f, og maður þarf alltaf að gefa f með því að tilgreina formengi eða mengi sem það var mengir þar sem það tekur gildin x og segja hvernig tölum það skilar. Fallritið er þá, það táknar með gríska bókstafnum gamma og þetta átáknar fallrit falsins f og til þess að geta stikað svona feril þá þurfum við að skrifa sem x, y eða f af x. Og þetta eru allir svona punktar. Og hvaðan kemur x? X kemur úr a og svo er gefin ykkur formúla, þannig það er nóg að segja þetta. Og faldmengið hérna í þessu litla dæmi sem var teiknað hér væri það þessi rammi. Svona, þetta er faldmengið. Svoleiðis að ferill er alltaf innihaldinn í faldmengi A og B. Og svo höfum við dæmi 2,14 og hérna látum við fall vera gefið. F tekur rauntölur og skilar rauntölu, tilgreina formengið og bakmengið og síðan segjum við með hvað formúlið það er gert. F af x er 3x plus 1, þannig þetta er lína. Og nú höfum við formúluna og við segjum hér hvernig x við megum velja. Og svo skoðum við f af 0, það er 1 og við ætlum að lýsa því. Við setjum 0 hér inn, f af 0, eða 3 plus 1. Við setjum 1 hér og kemur 1 út. Þannig þetta er bara 1 punktur á þessari línu. Og ef við setjum 1 inn, þá fáum við 3 sinnum 1 plus 1 sem eru 4. Afsakið, hvernig ætlaði ég að skrifa f af 0 er 1. Það er punkturinn 0,1 og f af 1 er 1,4. 1,1, 2, 3, 4. Og núna þegar við vitum þetta er lína þá vitum við að ef við setjum punkta hér inn, alveg saman hvað er, og þá leggjast þér á þessa línu.
og við getum síðan sett fallgildi inn í fallgildi. Til dæmis er f af f af einum. Hvað var f af einum? Það var 4. Það er sama þó f af 4. Og þá getum við sett 4 inn í formúluna. Þannig að við fáum 3 sinnum 4 og svo pluss 1. Það er 12 pluss 1 sem eru 13. Ég ætla nú ekki að setja hann hér, en hann kemur líka á línuna. Nú, stundum viljum við ekki endilega tilgreina hvaða tala er sett inn, heldur gerum við þetta það sem heitir algebræst. Ef við setjum rauntöluna mínus a inn, þá fáum við 3 sinnum mínus a pluss 1 og 3 sinnum mínus a er mínus 3a pluss 1 og hann er það á línunni. Og svo getum við smíðað nýja línu með hliðrun. Við tökum f af x mínus 1 og þá lítum við ofta á þessi nýtt fall. Þetta er 3 sinnum x mínus 1 og svo pluss 1 samkvæmt forskriftinni. Höfum hann að fyrir augunum hér. En þetta gefur þá hliðrun fallsins um 1 til hægri. Þetta verða 3 x mínus 3 ef við líðum pluss 1 eða 3x mínus 2 og ef við stikum þessa línu þá sjáum við ef við setjum 0 inn þá fáum við mínus 2 og hún fælist hérna öll. Þetta hliðrun til hægri. Og ef þetta væri nú vel teiknað þá sæjum við að það væri samsíða. Þannig að svona notum við fallgildistáknið og nú ætla ég að varpa bara hér mynd af fyrirlestrarnótunum á skjáinn og lesa svona aðeins af því þetta ætti nú að vera svona allt gamalkunnugt, við ætlum bara að skerpa á hugtökum. Og þegar við táknum fall þá þurfum við að gefa formengi og bakmengi og síðan formúlu. Nú, hér er þá sínusfallið. Við tökum einhverja rauntölu x og það skilar rauntölu. Formengið er rauntala og bakmengið er, eða allu heldur, formengið er allt r, allur rauntalna á sinn og bakmengið er allt r en nú mælist það hér til þess að geta fengið framferil í tvívíðu hnýttakerfi, hálfdreiftu. Nú, hérna er að dæmi annað fall. Það er gefið með þessu formengi, það eru allar rauntölur nema 0. Af hverju? Jú, af því að x má ekki taka gildi 0. X mínus 1 yfir x. Þetta verður breiðbogi, lína deilt með línu. Bakmengi er r. Bakmengi þýðir bara að þetta gefur rauntölu, skilar rauntölu þar sem maður sé raungilt fall. Og þriðja dæmið, hérna er gefin formúla að skrá x ef x er stærri en 0, en mínus x ef x er minni en 0. Og þetta er fall frá r yfir í r, segjum við. Og ef x er stærri en 0 þá fáum við línuna hérna, hálínuna, svo nefnt á x, allatölu 1 og sker í 0. En ef x er minni en 0 þá fáum við þessa hérna línu, þess brotin hálína. Og yfirleitt táknum við þetta bara með tölugildin af x. Nú, síðan ef við viljum vera nákvæmari, þá táknum við myndfallsins og látum aftur vera gefið fall sem að fer frá mengi a yfir mengi b og mengi þeirra gilda sem fallið tekur, þar að segja
Það er þá táknað svona. Ef við skoðum allar tölur sem eru settar inn í f, þá er það táknað svona. Þetta er þá mælt á lóðréttaásnum. Svo hérna væri f af þessu mengi, segjum að formengi nái, hérna sjáum við vinstri enda punkt S og hérna sjáum við hægri enda punkt S. Þá er f af þessu bili, það mælum við hér á þessum ás. Það fyrir alveg héðan á raunásnum, hvaða tölur sem þetta eru nú, og hingað upp alveg frá lægsta að hæsta gildi. Það er það sem er kallað myndmengi og þetta er nákvæmara heldur en að segja að bakmengi sé allar rauntölur. Það þýðir bara að það skilir rauntölu, en hérna tilgreinum við nákvæmlega hvaða tölum það skilar. Og við tölum við þetta sem myndmengi eða bara mynd og þetta er á enskunni range. Og það getur aldrei verið stærra heldur en bakmengið. Og nú skulum við bara renna yfir þetta saman. Maður getur auðvitað sagt líka að f taki stök úr menginu a og varpist yfir í mynd sína. Þannig að þetta er í sjálfu sér alveg rétt. En það er aðeins önnur hugsun á bakvið. Þetta hérna þýðir bara að f tekur x úr menginu a, ef við köllum breyturnar x, og varpast yfir í myndina. Og það er sko eðlilegt að því f varpa menginu a á þetta nýja mengi f af a. Þetta hérna mælt lárétt og þetta hérna mælt lóðrétt. En í þessu tilviki megum við alltaf nota jafnaðarmerki því að f sem tekur stök hérna á menginu a, það skilar nákvæmlega þeim stökum úr a sem búa til myndina. Þannig að þetta verður jafnt. Ef við tökum eitthvað stak hérna úr þessu mengi f af a, þetta er nýtt mengi, þá getum við alltaf fundið x sem að f færir yfir í f af a. Og hérna skulum við aðeins teikna mynd. Og þetta er x-ásinn, þetta er y-ásinn og hér lítum við svo á að a sé þetta mengi, þetta bil. Og við skulum kalla það a, við erum bara svona átt okkur á þessu myndrænt. Þá er f af a, það er mælt héðan og upp í hæsta gildi. Þá er þetta hérna rauntalabil líka, það er f af a. Við getum sagt að f taki einhver stök héðan úr a og það skilar nákvæmlega f af a. En raunásinn, hann er náttúrulega mikið stærri, þá er þetta myndin. Og ef við segjum f er bara raungilt fall, það þýðir að það skilar bara einhverju rauntölu. Og þetta bil hérna er bara hlutmengi í mengi allra rauntalna. Og rauntalna bil. Og við ætlum aðeins að skoða þetta sem við sjáum hér, þessi ferill, lýsir hann falli, spyrir maður. Þá þarf maður að svara því já ef fyrir sérhvert x úr a má finna í hérna, þannig að x varpist í og það verður að vera nákvæmlega 1 í. Þannig þetta væri til dæmis sinn almenni punktur x, f af x eða f af y. Fulltrúi fyrir alla þessa hér. Og við sjáum að við tökum lóðrétta línu hér í gegn. Þá
þá er þetta hérna á þessi punktur á fallritinu og það er nákvæmlega 1 í sem svarar til sérhvers x, alveg sama hvernig við skoðum þetta. Þannig að þetta lýsir falli. Og þá skulum við líta á sama dæmið aftur, nema nú ætlum við að rannsaka myndmengið. Hérna höfum við almenna framsetningu, f tekur inn rauntölu og skilur rauntölu og með þessari formúlu f af x jafnt á sínus af x, en myndin er bara þetta bil frá mínus 1 upp að 1. Vegna þess að þegar við teiknum þetta fallið upp, sínusfallið, þá veitum við að það er 0 í 0 og það er 0 þegar við fáum pi og það er 0 í mínus pi og það er tekur gildi mínus 1 í mínus pi aðrir og það tekur gildið 1 í pi aðrir og þetta er samfellt fall og ef við svona reynum að draga samfelltan feril hér á milli og fá við sínusfallið og það er lotubundið eins og við þekkjum vel og takmarkað og við sjáum það hérna á í-ásnum hver myndin er. Við sjáum að alveg sama hvað rauntölu við setjum inn, fáum aldrei meira heldur en 1, en það getur gildið 1 og aldrei minna heldur en mínus 1. Þess vegna segjum við þetta sé mynd. Fallsins f. Og ef við skoðum þetta hérna fall, f af x er jafnt og x mínus 1 deilt með x, þetta er lína deilt með línu og við vorum að rannsaka að lína deilt með línu heitir breiðbogi og það getur oft verið svolítið kúnstugt að finna myndmengið, við sjáum náttúrulega formengið hljóta að vera allar rauntölu nema 0 og skoður oft það sem ekki má til þess að sjá hvað gildir, oft auðveldara, en hér segir er fullyrt myndmengið er allar rauntölu nema 1 og skulum aðeins rifja upp af hverju. Já, fyrirfram vitum þetta er breiðbogi, þannig við viljum skrifa fallið f á þessu formi hér. Það er, ég voru að segja, upsilon 0 pluss eitthvað tala c móti x mínus x0. Hér er x0 bara 0 og það er auðvelt að kljúfa nefnan upp. Þetta er x deilt með x og skrifum það svona mínus 1 á móti x. Svo lesum við sjá þetta er 1 pluss mínus 1 á móti x. Þá vitum við að ferillinn lítur einhvern veginn svona út að hér höfum við lóðfellu í 0 liggur hér á í-ásnum, x jafnt á 0 er allur í-ásinn og hér er lágfella í 1 þannig að x jafnt á 0 og y jafnt á 1 þar sem þetta er mínus þá var ferillinn vaxandi, hann er hér og ef x stefnir á óendanlegt hérna, þá leggst hann hér upp að 1. Ef x stefnir á mínus óendanlegt þá leggst hann hér niður að 1. Ef x stefnir á 0 hérna hægra megin frá þá stefnir þetta á mínus óendanlegt og ef x leggst að
í ásnum frá vinstri, þá keyrist ferillinn hér upp í óendanlega. Nema hvað að þessi hérna tala, það er að segja y1, er ekki með í myndinni. Svo er þess að við getum skrifað að ef við setjum hvaða rauntölu sem vera skalinn, nema náttúrulega 0, við megum ekki setja 0 inn, þá fáum við að hvaða rauntölu sem vera skal nema 1. Og það er sem sagt þá myndin. Við segjum líka að það er myndmengi f. Og loks skoðum þetta fall aftur. Fallið tekur rauntölu og skilar rauntölum. Það er svona almenn lýsing. Og það lítur þá svona út. Við höfum að fá x ef að x er stærri en 0. Við höfum að fá mínus x ef að x er minni en 0. Ef því að x er mínustala og setjum mínus á mínustölu þá fáum við út plústölu. Þess vegna segjum við að myndmengið sé allar tölur frá með 0 og upp úr. Og ef við bara teiknum mynd af þessu, þá höfum við að hérna í dæmi 3 sem við gefum svona f tekur í rauntölur, skilar rauntölum, formengi, bakmengi. Hvernig? Jú, með þessari lýsingu f af x er x ef x er stærra en 0 en það er mínus x ef x er minni 0. Og þá skulum við teikna það upp. Ef x er stærri en 0 þá fáum við þessa línu hér, f af x er jafnt á x. Ef x er stærri en 0. Við fáum þessa línu hér. Við setjum til dæmis mínus 1. Þá er þetta mínus 1. Þannig við fáum 1. Og þetta táknum við oft bara með styttri formúlu tölugildið af x. Og við sjáum núna að myndin er, lesið hérna, er allar tölur stærri en 0. Og þess vegna segjum við að myndin af þessu falli er allar rauntölur frá og með 0. Svona. Og ég ætla þá að lesa yfir hennan texta. Þetta er kannski mikilvægast í kaflanum vegna þess að þarna eru grunnatriðin öll tekin til og bæði er það líka orðalag og annað sem við ætlum að setja á okkur. Og höfum þetta yfir. Lítum aftur á þetta fall. Sínus tekur inn rauntölur og skilur rauntölum. Og við getum lesið þetta svona. Þetta er fullyrðingin. Sínus á rauntölu er rauntala. Með öðrum orðum, sínus er raungilt, bakmengið, fall á mengi allar rauntalna. Það er formengið. Eða það er skilgreint á rauntalna línunni. Þetta er síðan annað fall. Þetta er sínus sem er skilgreint frá 0 og upp að 2 píum yfir í rauntölunar. Og þetta er ekki sama fallið vegna þess að þetta hefur mikið styttri feril. Hann er ekki, þessi hérna er náttúrulega óendanleg sveifla frá mínus óendanleg upp í pluss óendanlegt en þessi bara frá 0 og upp í 2 pí. Þó að formúlan sé sama og þau leggjast saman á þessu bili. Þessi hérna ferill er ekki til fyrir utan þetta formengi. Formengin er ekki sömu. Og svo segjum við bara almennt tvöfall að f sem er skilgreint á mengi a yfir á mengi c og f skilgreint á mengi b yfir á mengi c og þau eru gefin með sömu formúlunni að þau eru aðeins eitt og sama fallið ef a er sama formengi og b. Og áfram, stærsta formengi sem sínusfalli getur tekið er alltaf rauntalnalínan. Það er engar skorður af því hvað við höfum sett inn í sínusfallið. En myndin er eins og við sáum áðan að þetta takmarkaða
lokaða bil frá -1 upp að 1. Svoleiðis að við getum skrifað að f af r, segjum við, er lokaða bili frá -1 upp að 1. Við getum líka sagt hvað f-ið er, það er sínus. Þannig að sínusinn varpar rauntölum yfir að þetta bil frá -1 upp að 1 og endapunktarnir báðir með. Við getum líka skrifað þetta svona, en þá erum við í rauninni að lýsa hægri hliðinni. Þetta hér er formengið, sínus af r er þá mengi, og hvaða mengi er það? Það er jú þetta bil. En af hverju ætli þetta hérna sé rangt? Vegna þess að ef við notum jafnaðarmerki, þá verður það sem stendur hérna hægra megin við að vera myndmengið, ekki varpmengið. Þess vegna verðum við að skrifa þetta svona. Sínus af r er lokaða bili frá -1 upp að 1. Þetta er rangt. Og svo bara aðeins táknmál. Já, við getum skrifað dom af f, eða domain f. Þetta er svona hefðin sem kennslubókin notar. Stundum skrifum maður bara d af f. Stundum setur maður f-ið hér í fótvísi, eða skrifar einfallega d, ef að það er ljóst hvert fallið er. Síðan maður líka bara segja, ég ætla að láta formengi falsins heita a, og þá notum við hástafi. Nú, myndin, hún er kölluð svona skrifað r, og það er þá myndmengi falsins f. Við getum líka gert eins og áður sett í fótvísi, eða bara f af a, ef að formengi kallað a eins og áðan, eða þá f af d, þetta er þá myndin. Og þetta r er notað eins og kennslubókinni og kemur náttúrulega bara af orðinu reyns. En stundum fáum við föll upp í hendurnar sem að eru einhvern veginn þannig, þau eru bara gefið með formúlu. Sem sagt, það er ekki gefið á hvaða bili eða mengi eitthvað fallið skilgreint. Það er ekki endilega víst að sé skilgreint á bili, getur verið skilgreint á sundurlegum bilum. Við erum að tala um raungilt fall af einni raunbreytu. Og það er bara eitthvað formúla gefin, til dæmis þetta hér, f af x jafnt á rótin af x. Þá þarf maður nefnilega að sjá fyrir sér, býtu nú við, þetta voru raungilt fall, hvað má x vera? Og það kannski auðveldar að hugsa sem svo, hvað má x ekki vera? Og ef við ætlum að hafa þetta raungilt fall, þá getum við ekki dregið rót af mínustölu, ekki ferningsrót. Þannig x verður verið stærra jafnt á 0. Og þegar ekkert er sagt um formengið, þá er tekið stærsta mögulega formengi falsins, og það að gera það er kallað formengishefðin. Og hvernig er þetta? Þá er gert ráð fyrir að fallið sé skilgreint fyrir allar rauntölu x þannig að formúlan sem er gefin sé leyfileg. Sem sagt, x varpast yfir í f af x. Og það verður að vera leyfileg aðgerð. Formengið er þá öll rauntölabil þar sem formúlan gildir fyrir öll x. Og hvað það maður helst að varast, það er nefnarinn, það má ekki vera deilt með 0. Það er ekkert að draga rót það er ekkert að draga aðrót, fjórðurót, sjötturót á neikvæðri tölu. Og logri, það er ekkert að taka logra af mínustölum, og það er ekkert að taka logra af 0. Og við skrifum þetta með þessu formi, x varpast með f yfir í rótina af x, og þá ámaður við forningsrótin af x. X verður að vera stærri jafnt á 0. Og stundum þurfum við að tjá formengið, en við skildum alltaf æfa okkur í því að sjá hvað x má vera. Þetta hér, f af x er gefið með þessara formúlu rótin af, eða ferningsrótin af 1 mínus x í öðru. Það sem stendur hérna undir rótinni er 1 mínus x í öðru. Það eina sem við getum sagt, fljótt að litið, er að 1 mínus x í öðru þarf að vera stærra jafnt á 0. Og nú erum við búin að æfa okkur í ójöfnum, og nú nýtast þær. Þannig 1 mínus x í öðru, ef við bara risum það upp fyrir okkur. Og núna eigum við að ákvarða formengið. Við vitum náttúrulega að bara frá eiginleikum rótarinnar, ferningsrótarinnar, þetta er hugsað sem önnur rót, þó þetta sé nú ég veit ekki skrifað,
að við verðum að hafa að 1 mínus x í öðru, það verður að vera stærra en 0. Nú, við getum leyst þessu ójöfnu eða hreinlega dregið upp þennan feril. Og hann er hér 1 og hann sker x á sinn tvisvar og fyrir þessi x sem eru hér á milli þá varpast sérhvert x upp í einhverju jákvæðu tölu og við þurfum bara að ákveða þetta bil. Við þurfum sem sagt að taka núllstöðurnar og bilið á milli þeirra og þetta getum við auðveldlega leyst. Við sjáum þá að x þarf að vera minna en 1 en það verður að vera stærra en mínus 1. Af því að það er bara svo auðvelt að sjá þetta út í þessu tiltekna dæmi. Annars myndum við þátta á að finna núllstöðar og taka svo bilið á milli. Við getum gefið formengi svona eða skrifa bara formengi þessa falls f er þetta lokaða rauntalna bil svona. Og þá er það líka komið. Við sjáum þá að líka, fyrst við erum að tala um þetta, að myndmengið, það er ekki svo stórt. Það er þetta bil hér, frá 0 upp í 1. Og það getum við þá skrifað svona, að myndmengi falsins f er þá alla tölur frá 0 og upp að 1. Hærra förum við ekki og rótarfallið skilar aldrei inn í hverri tölu. Og svo hérna í öðrum lið þá við finna formengi falsins 1 á móti ferningsrótin af 1 mínus x í öðru og við vitum þá náttúrulega út frá eiginleikum rótarfallsins eins og vorum að skoða áðan að þá höfðum við bilið frá mínus 1 upp að 1 og það var lokað. En núna er þetta komið í nefnara. Þannig að það sem kemur út úr þessu má aldrei taka 0. Þannig að við þurfum að útiloka punktana mínus 1 og 1. Mínus 1 í öðru, gefi 1 og þá staði hérna 1 mínus 1 í öðru. Þannig að þá komið 0 hér. Við getum alveg dregið ferningsrót á 0 en ekki í nefnara. Þannig að við þurfum að útiloka punktana mínus 1 og 1. Svoleiðis að missum hér 2 punkta. Og við getum orðað þetta svona. Raungilda fallið f, sem var gefið þessari formúlu, hefur formengið opna bilið frá mínus 1 upp í 1 og er gefið með formúlunni 1 á móti rótinni af x í öðru frá 1 eða bara 1 mínus x í öðru. Og hér er nú bara að æfa okkur í því hvernig við segjum frá hlutunum. Og opna bilið þýðir að endapunktarnir eru ekki með. Ef ég segi lokaða bilið þá er endapunktarnir með. Og við getum líka bara sett þetta fram svona. Fall sem er gefið með formúlunni f af x er 1 á móti rótin af 1 mínus x í öðru er skilgreint á opna bilinu frá mínus 1 upp að 1. Það er að segja að það er svona betra að skrifa náttúrulega þetta sem starffræðilegast til þess að valda ekki misskilningi og tekur gildi í r. Þá erum við að tala um bakmengið, ekki myndmengið. Og svona mistkosti rituðu máli, þá er þetta akkurat það sem er sagt hér með orðum. Og við rennum nú bara yfir nokkur atriði enn að þegar við teiknum graf falls þá þýðir það bara það sama og skilgreint áðan að sér hverju staki og í formengið úr formengi fallsins sem við finnum á x-ásnum því er úthlutað nákvæmlega einu staki á myndmenginu sem sagt á y-ásnum. Það er það sem vorum að tala um áðan
og af þessu leiði þessi einfalda athugun að lóðréttar línur geta ekki skorið graffals oftar en einu sinni. Því að ef að einhverju x-i væri úthlutað 2 stökum, þá væri lóðrétt lína í gegnum ferilinn, hún skæri þá ferilinn 2 að minnstakosti ef þetta gengi ekki eftir. Nefnilega að til dæmis geta svæði eða ef bara segja hringferðlar, þeir geta ekki verið fall. Því að ef við tökum lóðrétta línu í gegnum hring, þá skerum við hringinn 2 nema náttúrulega endapunktum hans. Þá á ég við fyrir stærsta x-ið og minnsta x-ið. Og svo ágætt að æfa sig í að rissa upp þessi föll og annaðhvort nota GeoGebra eða MATLAB og þekkja þau. Hvernig lítur þetta fall út EX-ta? Hvernig lítur þetta fall út LNX? Hvernig lítur þetta fall út rótinavegs? 1 á móti x, 1 á móti x í öðru. Og við skulum til dæmis bara rissa þessi upp, það er svo fljótlega að gera þetta í GeoGebru, en þið teiknið þau síðan í MATLAB og þið fáið skapalóna því bara inn á heimasvæði námskeiðsins. Og við ætluðum að sjá, við megum skrifa bara beint Upsilon í endur EX-ta. Hvernig lítur það út? Við getum skrifað það svona líka. Við eigum að skoða þetta fall mikið betur seinna í námskeiðinu. Og þetta kallað veldisvísisfallið og skulum aðeins færa þetta til. Og það lítur svona út. Það vex mjög bratt og líkur hérna ekki gegnum punktinn 0,1. Og kannski við zoomum aðeins inn. Svona. Næsta fall sem við spurðum út í, það er lóðrafallið, náttúrlegi lóðrinn, LNX. Hvernig lítur þetta fall út? Það líkur í gegnum punktinn 1,0 og er svona spegilmynd af þessu fall línun Upsilon í endur X. Þannig að lóðrar hafa formengi sem sagt að opna hálflínunni frá 0 þá ekki með út í það óvandalega. Hann er ekki skilgreindur hér. Við sjáum hér að formengi veldisvísifallsins exp eða EX-ta er allar tölur, en myndin er bara jákvæðar tölur. Nú, við veltum líka fyrir okkur fallinu ferningsrótin SQRT af X. Það lítur svona út. Sjáum að myndin er allar jákvæðar tölur, en formingið líka allar jákvæðar tölur. 0 er með. Punktur 0,0 er með. Og svo 1 á móti X, sem við eittum aðeins púður í dag. Þetta er breiðbúafallið. Svona, eða lóðrétt á réttar aðfellur og það eru 9 ásatnir. Svo einfaldast útgáfa af breiðbúafallinu. Og svo Vesuvius, 1 á móti X í öðru. Hvað skrifaði ég? X2. 1 á móti X í öðru. Svona. Þarna góða lásins. Akkuratlega lítið svona út. Ef við horfum á það, þá sjáum við alltaf X má ekki vera 0. Ef við setjum inn neikvæða tölur, hér, tölur sem eru mjög nálægt 0, ég er að deila með tölur sem er nálægt 0 hérna, það stefnir á óvandalegt. Ef við erum hérna hægra megin við, þá stefnir þetta óvandalegt. Ef við setjum inn mjög stórar tölur, þá keyrist þetta hratt niður í 0. Og ef við setjum inn mjög stórar mínustölur að tölugildi, þá keyrist þetta líka mjög hratt niður í 0. Og þess vegna er gott að setja á sig veldisvísifallið, þið séð það. Það lítur svona. Lóðri, hann kemur hérna. Liggur í gegnum 1,0. Allir lóðrar.
öll veldisvísiföll. Rótarfall, það er hér. 1/x. Við rannsökuðum það fyrr. Og svo 1/x í öðru. Þetta er svona Vesúvíus. Eldfjall. Nú, skulum kannski ekki segja meira þetta í bili og förum síðan hraðar yfir. En segjum þetta þá gott svona fyrstu skrefin sem að ég vona að segja mjög miklu leyti ef ekki öllu upprifjun bæði hugtökin sem við þurfum að nota til þess að geta unnið með föll og síðan hvernig við skráum þau. Formengi, myndmengi og bakmengi. Sem þetta gott.